Kristín, þú og systir Þóra, þið gáfuð út bók í fyrra sem að hét Stelpur. Þetta var alveg rosaleg metsölubók. Þarna var sem sagt fjallað ýmis málefni sem að við koma stelpum, unglingsstelpum, og þú ert komið með aðra bók núna einið þíns liðs sem heitir Stelpur frá A til Ö. Akkurat. Segðu mig frá. Þetta svona framhald, sjálfstætt framhald af síðustu bók, vegna þess að síðustu bók var hugsuð sem svona uppflettirit fyrir unglingsstelpur og bara stelpur yfir höfuð, hvernig svo sem við skilgrunum það. Og markmiðið með henni var að reyna að upphauga bæði stelpumenningu á Íslandi og svona reyna að höfða til þess að stelpur leggja áherslu á og einbeita sér svolítið að því að styrkja sína eigin sjálfsmynd og hvaða þættir það eru sem að geta haft áhrif á sjálfsmyndin okkar og hvernig við getum gert það. Og þetta var alls ekki eitthvað svona predikunarbók, heldur vorum við bara að leggja fram ákveðnar upplýsingar sem að þær svo bara ráða svolítið hvernig þær fara með. Og við byggðum þetta mikið á bókur sem við höfum verið að skoða þegar við vorum unglingsstelpur en nálgumst þetta svolítið bara svona út frá fræðilegum bakgrunni, kannski meira. En þessi bók kemur svo í kjölfarið þegar við fórum að kynna fyrir bókin okkar. Þá fórum við mikið í félagsmiðstöðvar og skóla og bara víða innan stelpuhópa og ég hef lagt svolítið áherslu á það, sérstaklega hvað þessa bók varðar, að það er svo ótrúlega margar konur sem að skilgreina sig sem stelpur og við gerum það sjálfar og það er svolítið hlegið að mér fyrir það. En þetta er ekki bara unglingsstelpur frá 12 til 17 ára, heldur er þetta bara hópur af þeim sem skilgreina sig sem stelpur sem að við fórum og hittum fyrir svona ár síðan og það sem við buðum upp á var að þær myndi skrifa nafnlausar spurningar til okkar til að skapa svona smá umræður og svona lifandi kynningu á gömlu bókinni. Og við gátum að mjög mörgu leyti vitnað í gömlu bókina þegar við vorum að svara spurningunum, en það kom okkur samt sem ára óvart hversu fjölbreytt umhugsunar efni voru í gangi meðal þessara stelpna. Og við ákváðum bara að fá lána þessar spurningar og svara þeim. Og þetta, af því að mér fannst ég bara vera með einhvern fjársjóð í höndunum. Þetta voru svona ótrúlega miklar pælingar og fjölbreyttar, oft fyndnar og skemmtilegar. Og mér langaði bara að skila þeim tilbaka til þessara stelpna. Og sjálfsögðu ekkert í þessari bók einhver heilagur sannleikur. Mjög margar þessum spurningum ekki hægt að svara já eða nei. En þetta svona, bara við reyndum að hafa þetta mjög aðgengilegt og bara saman safna af upplýsingum. Og það sem var kannski einna erfiðast en samt skemmtilegast var að passa sig á því að vera ekki að predika eða koma mínum skoðunum á framfæri. Þarna eru bara upplýsingar kosti og galla á ýmsu og það þeirra að mynda sér skoðun á því og út frá sér og það kannski það sem ég meira að leggja áherslu á. Taktu upplýsta ákvörðun og gerðu það vegna þess að þig langar til að gera, ekki vegna þess að það er verið að segja þér að gera allan fjandann. Þú veist, það er verið að segja stelpum að gera rosalega margt í dag og það kannski það sem ég svolítið að reyna að breyta með þessu að þær taki ákvörðunina sjálfar fyrir sig. En þetta eru svör við spurningum, bara beinum spurningum sem þið fengið? Já, bara beinum spurningum. Sem eru flokkaðar í atriðisorð. Ég fékk bara fullt af spurningum, flokkaðar niður í atriðisorð, þáttagreindi og þetta, skiptist upp í stafrófið og þessi atriðisorð. En á tímum fékk ég svona, þú veist, ég náttúrulega spurningarna sem ég safnaði saman voru sumar keimlíkar og svona, þannig ég flokkaði þær saman og svo var annað sem ég myndi kannski vilja fjallum sem ég var þá með rýnihóp á netinu í gegnum Facebook af hópa stelpum sem ég sagði, heyrðu, mér langar svo að fjalla eitthvað bíla og bílpróf, hvað þið vilja vita það? Þá fekk ég spurningar af því sem ég setti svo inn og reyndi að svara. Þegar maður sér svona bókmyndir margir halda að þetta sé kannski bara ástir og kynlíf en það nú ekki alveg svo, þetta er breiðara en svo. Þetta miklu breiðara og það var kannski það sem kom mér svolítið óvart var hversu ótrúlega breitt svið þetta spannar en líka bara hvað stelpur að spá og spekulera í. Það ekkert bara ást og kynlíf og kynþroski, þó vissulega að það hafi mikið að segja á þessum kannski mótunarárum en þá fannst mér athyglisverðar spurningar eins og til dæmis hvernig tækla ég eftirsjá og hvernig vinkona mín fær allt sem hann langar í heiminum, hvernig á ég að bregðast við öfundsýkinni sem ég finn fyrir, í staðinn fyrir að segja hvernig get ég eignast allt sem ég langar í heiminum. Og mér fannst þetta bæði bara þroskandi spurningar og fallegar og einlægar og
ótrúlega fjölbreyttar, en það kannski þess þó hrokafyllra mér að halda að ég geti svarað þeim öllum, skilurðu, og ég settist ekkert niður og byrjaði að svara bara eftir minni bestu vitund, heldur safnaði ég saman þarna upplýsingum og ég vitnaði í mikið að heimasíðum og öðrum bókum og ég oft spurð mig af hverju gerðir ekki svona bók fyrir stráka, og það var bæði vegna þess að þú veist, mér langaði bara, maður getur dýpkað dálítið efnið út frá stelpum, en ég held að sé vissulega ekkert síðari þörf á þessu fyrir stráka og margt í þessu sem að nýtist strákum, og að meðan ég skrifaði þessa bók var ég undir miklum áhrifum frá 3 karlmönnum, sko, einum 2 ára og einum 14 ára og einum 29 ára, og það var ýmislegt sem þeir gátu lagt í púkið, sko, þrátt fyrir að vera ekki stelpur, þannig að ég sangaði mér upplýsingum frá mörgum stöðum. Takk fyrir, Kristín. Já, verið.